Komið sæl, við ætlum að kíkja á líkindatré í þessu myndbandi en sennilega kannist þið nú við og hafið jafnvel notað svokölluð líkindatré en þau henta einkar vel þegar við erum að leysa einföld verkefni. En við skulum skoða líkindatré og eiginleika þeirra með dæmi til hliðsjónar. Kíkjum að þetta dæmi hérna. Í krukkun okkur eru 7 rauðar og 11 bláar kúlur. Við ætlum að draga 2 kúlur úr krukkunni, eina í einu, án þess að skila kúlu á milli. Það er að segja við ætlum að líta svo á við tökum kúlu úr krukku, skoðum lit hennar, leggjum hana til hliðar og tökum svo aðra kúlu úr krukkunni. Ok, þannig að hérna er ég búin að teikna krukkuna og kúlunar. Og þó það kom ekki beinlínis fram í dæminu, þá gerum við ráð fyrir því að hver kúla er jafn líkleg til þess að verða valin. Það eru allar jafn stórar og við erum ekkert að svindla og skoða litin áður en við veljum þær eða neitt slíkt. Ok, við ætlum að gera nokkra hluti. Við ætlum að gera grein fyrir útkomurúm þessara tilraunar, hvernig getur það litið út. Við ætlum að teikna síðan líkindatré fyrir þessa tilraun og skoða eiginleika þess. Leið við svörum næstu 2 liðum, C-lið, þar sem við reikna á líkunar á því að 2 rauðar kúlur verði dregnar og D-liður reikna líkunar að fá eina af hvorum lit. Það er að segja eina rauða og eina bláa en mér er alveg sami hvaða röð. Já, við skulum bara svara þessu, ég ger ekki bara nýja töflu. Byrjum á A og B-lið, það er að segja gera grein fyrir útkomurúmi tilraunarinnar og teikna líkindatré. Ok, útkomurúmið, við erum að taka 2 kúlur, útkomurúmið táknum við með omega. Við getum fengið rauða kúlu svo aftur rauða svo bláa svo rauða eða bláa svo bláa. Yfirleitt myndum við táknað með þessum hætti. RR, RB, BR, BB. 4 mismunandi útkomur. Athugið að þessar útkomur eru ekkert allar jafn líklegar. Þið sjá það eru færri rauðarkúlur, þannig að það hlýtur að vera ólíklegra að fá rauða svo rauða heldur en bláa og svo bláa. En í B-lið þá að teikna líkindatré og við byrjum svona, við byrjum með sameiginlegan upphafspunkt og fyrst það eru bara 2 möguleikar að fá rauða kúlu eða bláa kúlu, þá erum við með svo kallar greinar og bara 2 af því að það er annarkvort rautt eða blátt. Síðan teiknum við hnúta á enda þessara greina og merkjum gjarnan í þá hvað gerðist, hver var útkoman. Jú, við gætum að fengi rauða kúlu eða bláa kúlu, þannig að gerum það með þessum hætti. Síðan á við skulum kannski færa inn líkurnar fyrst. Hverjar eru líkurnar á því að fá rauða kúlu þegar ég er að draga fyrri kúluna? Jú, þær eru 7 rauðar af 18 kúlum sem allar eru jafn líklegar. Þannig að ég set á greinina líkurnar á að draga rauða kúlu. Þetta er í raun vikt þessara greinar má segja. Hinn greinin þannig að fá bláa kúlu og þær eru 11 af 18. Þannig að líkurnar á að velja bláa kúlu eru 11 á móti 18. Takk eftir því áður en við höldum lengra að summa allra greina sem kom úr einhverjum ákveðnum hnúti í þessu tilfelli upphafspunktinum. Summa allra þessara greina, þessara 2 er 18, það er að segja 1 heill. En síðan gerist annar atburður, við draugum aðra kúlu. Ok, þannig að ímyndum okkur að við fengið rauða kúlu fyrst og svo getum við dregið annarkvort rauða eða bláa. Eða við fáum bláa kúlu fyrst og draugum síðan í framhaldinu rauða eða bláa. Þannig að þetta getum við táknað með þessum hætti. Þannig að ef við fáum rauða, svo aftur rauða og aftur setjum þá vikt greinarinnar, það er að segja líkurnar á að fá rauða kúlu á þessa grein hér. En athugið að það var ein kúla farin úr pottinum eða úr krukkunni og hún var rauð. Þannig að það eru bara 6 kúlur eftir sem eru rauðar en 17 kúlur eftir í heildina.
Þannig að fá aftur rauða þá 6/17. Eða ég gæti fengið bláa. Líkunar á því eru þá 11, af því það eru 11 bláar eftir, fyrst ég fekk fyrst rauða og það eru 17 kúlur í boði. Svo merkjum við stundum, þó það kannski skipti ekki öllu máli, við setjum svona tölu hérna kannski neðan við fyrra R-ið hérna, til þess að tákna þetta sem rauð fyrsta kúla og hér tvist, rauð önnur kúla eða önnur kúlan rauð, hérna B2 það því þá önnur kúlan var blá og svo framvegis. Ok, skoðum hitt tilfellið, við fáum bláa fyrst og svo rauða, já það eru 7 rauðar eftir þá af 17 í heildina og eða bláa, það eru þá bara 10 bláar eftir af 17 í heildina ef að blá kúla var dregin fyrst. Þannig að þarna erum við búin að búa til líkindatréð og ég held að þetta hefði nú sjálfsagt geta gert á þess að hafa séð þetta myndband. En aftur bendi ég á það að summa líkinda allra greina úr einum hnút í þessu tré alltaf 1. Sjáðu þið, summa greinana sem koma hérna til dæmis úr hérna R1. Það er 6/17 pluss 11/17. Það eru 17/17, það er 1 heill. Summa greinana sem koma hérna úr B1, 7/17 pluss 10/17, 17/17 eða 1 heill. Og summa greinana úr upphafspunktinum eins og við sáum á þann, 18/18 eða 1 heill. Já, þannig líkindatréð komið. Kíkjum á næstu 2 liði, ég ætla að halda áfram, ég ætla að vera með líkindatréð hérna til hliðsjónar og nýta mér það við að reikna út hérna, svara C-lið, þar sem að reikna á líkunar á að fá 2 rauðar kúlur og D-lið reikna líkunar á að fá 1 kúlu af hvorum lit. Ok, þannig að C-liður, við skulum tákna þannan atburð, þar að segja að fá 2 rauðar kúlur bara til dæmis með stóra C, að því þetta C-liður. Og við erum sem þetta að reikna P af C, líkunar á þessum atburði. Segja líkunar á að fá 2 rauðar kúlur. Það þýðir þá við þurfum og þá fylgjum við greinunum sem svara til þessara atburðar. Það segja við þurfum að fá rauða kúlu og svo aftur rauða. Þannig að það er þá 7/18 og 6/17. Og takk eftir orðalaginu, ég ætla að fá rauða og aftur rauða. Og því nota ég margföldun. Þegar ég nota orðið og það þýðir þá yfirleitt margföldun. Þegar ég að fylgja hérna einhverju leið í gegnum tréð, þá þarf ég allstaðar að nota margföldun þegar ég fer í gegnum einhvern hnút. Þannig að 7/18, svo sé ég hnútin hérna R1 og svo ætla ég að komast þannig í hnútin R2, þannig að það er þá 7/18 sinnum 6/17. Ok, þetta er 7/51. Það eru líkunar á að fá 2 rauðar kúlur. Og þetta er eina leiðin í gegnum þetta tré til þess að fá rauða og svo aftur rauða. D-liður, líkunar að fá 1 kúla af hvorn lit. Skulum tákna þann atburð bara með D og við erum þá að reikna P af D, líkunar á því að það gerist þá. En það eru 2 leiðir í gegnum tréð þar sem að við fáum hérna kúlur með af hvorum lit. Ég get fyrst fengið rauða, svo bláa, eða bláa, svo rauða. En við skulum byrja þessu, rauð og svo blá, það þýðir þá 7/18 sinnum 11/17, að því ég að fara í gegnum einn hnút þarna, 7/18 sinnum 11/17, ég bara margfalda saman viktir eða vogtölunar þarna á greinunum, eða, og fyrst ég nota orðið eða núna, þá set ég plús hérna. Það er annarkvort þessi leið í gegnum tréð eða, ok, skrifa plús, þessi leið hér. Fyrst B og svo R. Það er þá 11/18 sinnum 7/17. Þetta gefur 77/153. Þannig eru þá búin að leysa dæmið með hjálp hérna líkindatrjá. En þau henta afar illa ef að skrefin eru mjög mörg. Ef ég hefði verið að taka 4 kúlur eða eitthvað, þá hefði þetta tré verið orðið dálítið stórt. Ég tala nú ekki að það verið fleiri litir í krukkunni. Þetta verið 4 mismunandi litir, það myndi þýða þá að það kemur 4 greinar úr hverjum hnút. Gulur, rauður, grænn og blár. Og
það verður svona veldisvöxtur í trénu eða fjölda greina. Þannig að þetta hentar bara fyrir einföld dæmi. Hins vegar, ég ætla að nýta tækifæri núna og sýna ykkur hvernig ég getur notað samantektir til þess að leysa þetta verkefni. Mun fljótlegra, kannski ekki alveg jafn augljóst, en yfirleitt sú leið sem að ég myndi velja svona allavega þegar maður fann að venjast þessum hugtökum og þessum aðferðum. Svona getur við reiknað þetta. Líkurnar á atburðinum C. Hvað sögðum við? Jú, við ætlum að fá 2 rauðar. Það þýðir að við þurfum að velja 2 rauðar af 7 sem eru í boði. Það getum við gert á svona marga vegu. 7 C2. Og ég ætla að fá enga bláa af 11. Það er að segja 11 C0. Ég er að velja 0 af 11. Ok, þessi þáttur skiptir engu máli. Þetta verður bara 1, þannig ég er bara margfalda með 1 þannig. Gæti sleppt þessum þætti. En svo er ég að deila með heildarfjölda leiða eða heildarfjölda leiða til þess að velja 2 kúlur getum við sagt. Það er að segja, svo deili ég með 18 C2. Það er að segja fjölda leiða til að velja 2 kúlur af 18. Og ef þið prófið að slá þetta í reiknivél eða eitthvað þá fáið þið nákvæmlega sömu niðurstöðu. Þannig ég hefði aldrei þurft líkindatré til þess að leysa þetta verkefni. Eins með D-liðin. Ég ætla að fá 1 af hvorum lit, það er að segja, þá vel ég 1 af 7 rauðum, 1 af 11 bláum, þá er ég búin að finna ákveð marga vegu ég gæti verið með sinnkvot litinn, en svo þarf ég að deila með heildarfjölda möguleika á að velja 2 kúlur af 18 til þess að finna líkur. Það er fjöldi leiða til þess eitthvað gerist deilt með heildarfjölda mögulegra útkoma. Ok, þannig að þetta gefur nákvæmlega sömu niðurstöðu líka. En það er ágætt að geta nýtt sér hvort tveggja. En segjum þetta gott í bili líkindatré.